Sko, borg svo miklu meira en hús og götur og borg ekki síst sá skáldskapur sem að hefur sprottið upp úr jarðvegi borgarinnar. Þannig að fyrir mér Reykjavík bókmenntir. Að þegar ég hugsa Reykjavík og þegar ég ferðast Reykjavík að þá ég í raun og veru alltaf staddur í einhverju bókmenntalandslagi. Þá það ljóð eða saga eða atvik sem kemur upp í hugan, oft úr bara bókmenntunum. Það sem í raun og veru svo sérkennilegt Ísland að það þessi möguleiki á byrjun. Vegna þess að ég held að Ísland skeri sig úr öðrum Evrópuþjóðum að þessu leyti að það hægt að benda á upphaf landnáms, upphaf þjóðarinnar. Aðrar þjóðir að þær búa við svo miklu lengri sögu, þær hverfa einhvers staðar í forsögu, í móðu forsögunar. En Íslendingar að þeir eru sérstakir að þessu leyti að þeir koma hingað að ónumdu landi. Hér sest landnámsmaðurinn að, hann hefur úr öllu landinu að velja og hann velur þennan stað. En það svo merkilegt með það að síðan eiginlega ekki söguna meir, að það eins og hún færist úr fókus. Og til dæmis að taka Íslendingasögurnar, þessar 40 Íslendingasögur, að enginn þeirra hefur Reykjavík að sögusviði eða minnist á Reykjavík. En Reykjavík, hún kemur bara ekki við sögu í að segja má 900 ár. Þá gerist það hér á þessum stað að landfógetinn íslenski í félagi við nokkra íslenska athafnamenn og síðast en ekki síst Danakonung. Hann ákveður að reisa hér iðnaðarþorp sem var ætlað til þess að búa hér til einhvers konar efnahagslíf og það ekkert annað en það á einu sumri að þá rís hérna götumynd, svona bara eins og leikmynd í bíómynd. Húsaröð, sitt hvoru megin við þessa götu hér, Aðalstræti. Síðan ef við tökum stökk fram til aldamótanna 1900 að þá hefur Reykjavík raun og veru ekki bætt miklu við sig og það svo merkilegt að þarna aldamótin að þá búa öll helstu skáld landsins, þau búa í Reykjavík. Það eru 10 skáld og sum þjóðskáld sem búa hér á þessum stað en ekkert þeirra gerir Reykjavík að yrkisefni. Og það eiginlega ekki fyrr en á 3. áratugnum sem að hér koma fram skáld og rithöfundar sem að gera í raun og veru borgina að yrkisefni. Og þá hefur það gerst að hér í byrjun aldarinnar, 1906, þá kemur hérna fyrsti togarinn til landsins og gerir einmitt út frá Reykjavík. Og með togarútgerðinni að þá byrjar hér fjármagnsflæði og atvinnulíf og svona dýnamík sem að þenur þessa borg út. Það svolítið skemmtileg setning sem Halldór Laxness kemur með þarna 1925. Þá segir hann að Reykjavík hafi allt sem að stórborg hentar, ekki bara háskóla og kvikmyndahús, heldur líka fútból og homosexualisma. Og þá var náttúrulega allt komið sem að prýða má einn bæ. Nú síðan auðvelt að rekja þessa sögu áfram að þessi skáld og þessi rithöfundar, það vill svo til að þeir hafa aðsetur hér í þessu rauða húsi sem að ennþá stendur og heitir Unuhús.
að hér má segja að það hefði verið eins konar salong, svona næstu því að Parísar fyrirmynd, að í aldarfjórðung frá 1924 til 1947 þá býr hér merkilegu maður, erlendur, í Unuhúsi, sem að vann bara borgaralega vinnu. Hann var skrifstofustjóri lögreglustjóraembættisins, en hann var svona breiður, víður, var svona skiptiborð og hvetjandi, vekjandi að honum drógust listamenn, skáld, rithöfundar og í raun og veru alls konar fólk. Og hér má segja að hafi staðið í aldarfjórðung gestaboð á hverju einasta kvöldi. Síðan taka við önnur skáld, og það eru skáld sem eru fædd í Reykjavík. Skáld eins og til dæmis Dagur Sigurðarson, Ingibjörg Haraldsdóttir, hún yrkir til dæmis í ljóði sem heitir Ég. Ég er ekki barn náttúrunnar. Asfaltið er iljum mínum kærast. Auðar, regnvotar götur, bakgrunnur drauma og martraða minna. Fjöllin fjarlæg umgerð, dregin fínum dráttum á mörkum himins og jarðar. Þannig að þarna er borgin orðin þeirra náttúrulega umhverfi, en líka svolítið meira, vegna þess að nú er Reykjavík komin inn í pólitíkina miklu meira. Það sem að gerist eftir heimsstyrjöldina síðari, það er þessi herseta Bandaríkjamanna á Íslandi sem að klýfur þjóðina í raun og veru í tvennt, og Reykjavík verður ósjálfrátt svona tákn fyrir þessi pólitísku átök. Þá verður Reykjavík meira svona spillingar, úrkynjunar staður. Til dæmis í ljóði eftir Dag Sigurðarson, þar talar hann tvö Ísland. Það eru tvö Ísland, annað er Ísland föðurland mitt. Hitt er versti óvinur þess, eins konar and Ísland. Öllum hafís verri er taugahrollurinn í Austurstræti eftir hádegið. Og smátt og smátt að þá snýst dæmi við að frá því aldamótin 1900, þegar að Reykjavík var ekki þess virði að vera yrkisefni, að þá verður Reykjavík yrkisefnið með stóru Y. Þannig að straumurinn hann verður svo stríður að það myndast í raun og veru núna á síðustu árum, og þá hefur myndast eins konar andóf við því megatrendi og framkoma rithöfundar eins og Gyrðir Elíasson og Jón Kalman sem að gera þorpið aftur að sögusviði. Reykjavík er dásamleg borg. Í vissum skilningi stendur hún fyllilega jafnfætis heimsborgunum sem kalla sig Nombril de l'Univers og annað slíkt, en hún er að einu leyti frábrugðin London, París og Róm. Hún á sér enga sögu. Hún varð skyndilega til úr ekki neinu og að því er virðist án nokkurs tilgangs, hvorki góðs né ills, hvað sem það á að þýða. Og við sem hittumst hér á svona glannalegum morgni erum börn þessara borgar, raunar stjúpsynir og tökubörn, en það skiptir ekki miklu máli því Reykjavík er öllum góð, hvernig svo sem þeir eru til komnir. Hún hefur að vísu ekki gefið okkur neitt sem auga sér eða hönd á festir, en hún hefur gert okkur að mönnum, drykkfeldum og peningalausum mönnum með ofurlítið brot af samvisku heimsins í hjörtunum. Hún veitti okkur þegnrétt í mannheimum
Hún kom okkur að minnsta kosti í sálrænt samband við hinn stríðandi líð veraldarinnar og við stóðum ævinlega réttu megin í þeirri baráttu, þótt það væri kannski ekki á margra vitorði. Okkur dreymdi jafnvel þann stóra draum að fara sjálfir í þá styrjöld og fórna lífinu til lofs og dýrðar því sem góðir menn nefna sannleika og réttlæti. Auðvitað fórum við hvergi, en það var ekki okkur að kenna. Við vorum svo fátækir, við áttum ekki fyrir fargjaldinu til aftöku staðarins. Þannig er Reykjavík og á þennan hátt skapar hún sína guði og sína menn.